Komið sæl, velkomin heim í stofu og gleðilega hátíð. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, hvítasunnudag, er þema dagsins Kirkja heilags anda. Í lexíunni segir sálmaskáldi að Guð muni skapa og endurnýja ásjónu jarðar. Í pistlunum skrifa Páll að við höfum ekki hlotið anda heimsins heldur andan frá Guði. Og í Guðspjallinu segir Jesús að hann muni biðja föðurinn að gefa okkur annan hjálpara. En við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesi 14. kafla. Ef þið elskið mig, munu þið halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem verður hjá ykkur að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því að hann sér hann ekki né þekkir. Þið þekkja hann því að hann er hjá ykkur og verður í ykkur. Ekki mun ég skilja ykkur eftir munaðarlaus. Ég kem til ykkar, innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þið munu sjá mig því ég lifi og þið munu lifa. Á þeim degi munu þið skilja að ég er í föður mínum og þið í mér og ég í ykkur. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er Kirkja heilags anda. Eins og við vitum samanstendur hinn heilaga þrenning af Föður, Syni og heilagum anda. Aðalpersóna Gamla testamentisins er Guð Faðir. Aðalpersóna Nýja testamentisins er Jesús. Og í Guðspjallinu segir Jesús að hann mun ekki skilja okkur eftir munaðarlaus. Hann ætla að biðja Guð að senda okkur annan hjálpara sem er heilagur andi. Hjálpara sem er enn í dag með okkur. Jesús sagði annan hjálpara því að hann sjálfur var sendur fyrst. Í Gamla testamentinu er ekki bein skilgreining á því hver heilagur andi er. Hann er nefndur í fyrstu versum Biblíunnar þegar Guð skapaði himinn og jörð og andi Guð sveif yfir vötnunum. Á ýmsum stöðum í Gamla testamentinu er sagt að menn, til dæmis spámenn Guðs, hafi verið innblásnir anda Guðs og andi Guðs er nefndur í nokkrum sálmum. Til dæmis í sálmi 51, skapa í mér hreint hjarta og Guð, þá bað Davíð konungur, tak ei þinn heilaga anda frá mér. Þegar konungur var smurður í Ísrael merkti smurningin að konunginum hafi verið gefinn andi drottins og hann var nefndur Messías eða hinn smurði drottins. Við krýningu Karls Bretakonungs nú nýverið var haldið í biblíulegar hefðir og hann var smurður. Ekki veit ég hvort Bretar telji Karl hafa öðlast anda Guðs við athöfnina, að minnstakosti er hann ekki nefndur Messías. Þetta sýnir okkur að margar hefðir lifa án þess að fólk endilega átti sig á uppruna þeirra. En hugtakið Messías færðist síðan í Gamla testamentinu yfir á merkinguna frelsari þjóðarinnar sem ætti eftir að koma. Og kristni menn trúa að hafi verið Kristur. Eins og í Gamla testamentinu þá er heilagur andi líka nefndur í fyrstu versum Nýja testamentisins. Það hefst á því að María er þunguð af heilagum anda og eignast Jesú, son Guðs. Frásögnin er mjög látlaus og næst lesum við heilagan anda þegar Jóhannes skýrir Jesú. En þá er sagt að heilagur andi hafi stigið niður yfir Jesú í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd Guðs kom af himni. Hvergi annars staðar höfum við frásögn
að heilagur andi hafi líkama. Og þetta að því ef ég best veit eina frásögnin í Biblíunni þar sem heilög þrenning sögð vera saman komin. Áður en Jesús sté upp til himins kynnti hann heilagan anda sem kraft. Jesús sagði, ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur, en verið kyrr í borginni, þar að segja Jerúsalem, uns þið íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan segir okkur að á hvítasunnudegi gerðist það kraftaverk. Heilagur andi opinberaðist mönnum sem hvíslandi eldtungur. Það voru ekki bara postularnir, heldur allir sem fylltust heilugum anda og þeir töluðu tungum. Ekki eitthvað bull, heldur skildu menn tungumálin sem voru töluð, útlendingar skildu hvern annan. Þannig var hið fyrsta verk heilags anda að veita aukinn skilning á máttaverkum Guðs. Heilagur andi hefur nokkur nöfn. Hann kallaður huggari og hjálpari því hann var sendur okkur til leiðbeiningar, halds og trausts, auk þess að vera kallaður andi speki og skilnings. Það hann á að veita aukinn skilning á orði og vilja Guðs, opna augu okkar fyrir boðskapnum, minna okkur á orði Jesú og kenna okkur þannig að rata réttan veg. Hugtakið andi gefur til kynna eitthvað óáþreifanlegt, eitthvað sem við sjáum ekki. Og við getum spurt okkur, skapar það vandamál? Við sjáum ekki heldur Guð og Jesú, þó við sjáum þá fyrir okkur sem persónur. Og aðeins Jesús hefur gengið hér á jörð í áþreifanlegri persónu. Það kannski ástæða þess að heilagur andi verður hálfpartinn útundan hjá okkur. Hann hefur ekki ímyndað útlit persónu, hann hefur ekki andlit. En við höfum líka annað vandamál, því okkar mannlega eðli býr til valdastiga, eins og við sjáum í valdamynstri heimsins. Þar höfum við kónga, drottningar, forseta, forstjóra, ættarhöfðingja og í sumum samfélögum stjórnar höfuð fjölskyldunar sá sem elstur. Þessi embætti fara með æðsta vald og það bara einn á toppnum. Uppsetningin á trúarjátningunni ýtir jafnvel undir þessa hugmynd valdastiga. Guð nefndur fyrstur og almáttugur, síðan Jesús sem birtist okkur sem hinn hlýðni sonur sem gerði vilja föðurins og síðastur heilagur andi. En þó uppröðunin sé svona, þá engin valdastigi. Þeir allir jafnir því að þeir einn Guð. Hlutverk heilara þrenningar sett þannig fram að náðin fæst fyrir trú á Jesú Krist. Kærleikurinn kemur frá Guði og samfélagið við Guð fáum við fyrir heilagan anda. Við signum okkur og blessum í nafni heilara þrenningar og við játum trú á heilaga þrenningu. En við biðjum til Guðs og Jesú, en sjaldan eða aldrei til heilags anda. Veltum aðeins fyrir okkur hvers vegna það svo snúið fyrir okkur að sjá heilagan anda sem persónu. Af heilagri þrenningu hafa Guð og Jesús tignar heitið Drottinn en ekki heilagur andi. Í upphafi Gamla testamentisins sveif hann yfir vötnum og í Nýja testamentinu birtist hann í líki dúfu. Hann eilífur eins og Guð og Jesús og hefur fylgt mannkyninu í 2000 ár. Páll postuli skrifaði til Korintumanna: Vitið þið ekki að líkami ykkar musteri heilags anda sem í ykkur og þið hafið frá Guði. Og í Guðspjallinu í dag sagði Jesús
að heimurinn gæti ekki tekið á móti honum því heilagur andi er aðeins hjá þeim og í þeim sem þekkja Guð. Það er erfitt fyrir okkur að sjá heilagan anda sem eina lifandi persónu ef hann er í okkur, hverjum og einum. Og hvernig á að útskýra hvernig einn andi getur skipt sér og tekið sér bólfestu í milljónum manna. Nærtækasta lýsingin er að hann sé eins og stórt stöðuvatn. Það er samsett úr milljörðum vatnsdropa. Allir droparnir eru eins uppbyggðir, gera sama gagn og hafa sömu eiginleika. Þeir geta verið saman sem heild en geta einnig verið stakir dropar. Og hver og einn maður þarf ekki nema einn dropa af heilugum anda. Já, mikill og máttugur er Drottinn Guð, því að með gjöf heilags anda hefur hann gefið okkur hverjum og einum hluta af sjálfum sér. Og þannig uppfyllir Jesús loforð sitt þegar hann sagði, sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Hann er ekki bara með okkur, heldur er hann í okkur. Guð hefur lofað að yfirgefa okkur ekki, heldur leiða okkur í gegnum lífið, vernda og blessa. Frá upphafi veraldar hefur einhver í guðdómnum gengið með okkur á jörðinni. Fyrst var það Guð, síðan Jesús og nú höfum við heilagan anda. Og fyrir heilagan anda fá menn kraftinn til að boða fagnaðarerindi Jesú, allt til endimarka jarðar. Heilagur andi á að efla kærleikann milli manna, styrkja okkur í trúnni á Jesú, hugga og hjálpa okkur að lifa kristilegu lífverðni eins og segir í útgöngubæninni. Heilagur andi gegnir stóru hlutverki í heiminum í dag en er örugglega stórlega vanmetinn. En orð Guðs hvetur okkur til þess að varðveita hið góða sem okkur er trúa fyrir með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Við skulum því biðja heilagan anda að opna hjörtu okkar og huga fyrir orði Guðs og að fyrir hann fáum við meðtekið boðskapinn og megum vaksa og þroskast á trúargöngunni. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.